Ástandið hefur aldrei verið jafn slæmt, segir formaður íbúasamtaka miðborgar Reykjavíkur innbrotafaraldur í borginni undanfarið. 3 hafa verið handteknir, sá síðasti í morgun. Forseti Úkraínu reynir að lægja öldurnar innanlands með því að reka æðsta yfirmann hersins. Hann bauð einnig fyrrum varnarmálaráðherra, sem hann rak í síðustu viku, nýtt hlutverk. Í dag eru 15 ár frá hryðjuverkunum í Oslo og Útey þar sem 77 voru myrt. Forsætisráðherra Noregs hvetur alla landsmenn til að taka þátt í baráttunni gegn öfgavæðingu ungmenna. Umboðsmaður barna segir ámælisvert að ekki sé farið eftir lögum eftirlit með fósturbörnum. Ný skýrsla Gæða- og eftirlitsstofnunar velferðarmála sýnir skýrt að eftirliti sé ábótavant. Nýr tæknibúnaður getur auðvelda lögreglu að upplýsa mál löngu eftir að glæpirnir voru framdir. Lífsýnasugur, fjölbylgjuljósgjafar og þrívíddarskannar eru á meðal nýjunga í vopnabúri íslensku lögreglunnar. Svaðilfærir kindarinnar Flekku á Hornströndum tóku enda helgina. Þessi harðsnúna útlagakind var handsömuð eftir ítrekaðar tilraunir til að hafa hendur í ull hennar. Komið sæl. Innbrotafaraldur geisar í miðborg Reykjavíkur og formaður íbúasamtaka segir ástandið aldrei hafa verið jafn slæmt. Frá mánaðamótum hafa yfir 60 innbrot verið tilkynnt á varðsvæði lögreglustöðvar 1. Lögreglan telur þau ekki vera skipulagða glæpastarfsemi, heldur tilviljunarkennd innbrot á heimili og í fyrirtæki. 3 hafa verið handteknir vegna gruns eiga aðild að hluta þessara innbrota, en einn þeirra var handtekinn í morgun. Urður Örlygsdóttir fréttamaður í Ráðhúsi Reykjavíkur, en borgarstjóri boðaði til samráðsfundar vegna málsins í gær, ekki satt, Urður? Jú, mikið rétt. Hún boðaði til fundar hér í Ráðhúsinu í gær með lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, íbúasamtökum í miðborginni, samtökum verslunar og þjónustu og rekstraraðilum á svæðinu. En hún Hildur Björnsdóttir er hérna hjá mér. Hildur, hvað fór fram á þessum samráðsfundi í gær? Við fengum fram tölfræði frá lögreglunni og bara gott samtal stöðuna. Við fengum líka frásagnir íbúa og fyrirtækja eigenda niðri í miðbæ og áttum bara gott samtal hvað getum við gert í stöðunni og til hvaða aðgerða getum við gripið til að fyrirbyggja frekari innbrot. Og hvað svona ætlaði að gera til að fyrirbyggja fleiri innbrot? Við þurfum auðvitað að eiga þetta góða samstarfi við lögregluna og við rekum Reykjavíkurborg í samstarfi við lögregluna á neðalínuna, rekum við öryggismyndavélakerfi í miðborginni sem hefur þegar í gegnum árin verið lykilþátttakandi í að upplýsa innbrot og líka ofbeldisbrot. Og við erum núna að uppfæra þá samninga og það eftirlit má bæta. En við ætlum okkur líka að kynna fyrir helgi eða auglýsa fundi sem ætlum okkur að hafa í næstu viku, annars vegar með íbúum og hins vegar með fyrirtækjaeigendum í borginni svona hvernig þau geta komið í veg fyrir innbrot á sínum heimilum og í sínum fyrirtækjum. En mér finnst samt mikilvægt að það komi fram að það er ekkert í tölfræði lögreglunnar sem bendir til þess að íbúar sé í einhverri hættu eða það stafi einhver sérstök ógn lífi og limum fólks af þessum hópi fólks sem að standa í þessum innbrotum í meginatriðum. Þannig að það er ekki ástæða til að óttast, en hins vegar auðvitað viljum við fyrirbyggja, það fylgir því ákveðið óöryggi auðvitað að óttast hins vegar að brotist verði inn á heimilið þitt eða eigum þínum sé stólið. En eins og við komum fram í máli lögreglunar þá þetta ekki skipulögð glæpastarfsemi, heldur einstaklingar sem jafnvel bara að fjármagna næsta neysluskamt. Segir þetta okkur eitthvað svona úrræðin sem til boða fyrir þetta fólk? Já, þetta er rétt sem þú segir og þess vegna ég svona að benda á að þetta kannski ekki hættulegur hópur þannig, þetta hópur sem hefur lent í einhverju ógæfu í lífinu og í svona tækifæris innbrotum og það talar auðvitað inn á velferðarþjónustuna hjá okkur og hvernig við þjónustum þennan hóp betur svo hann þurfi ekki að leiðast á þessa braut, það helst allt í hendur. Takk fyrir þetta Hildur Björnsdóttir. Við segjum þessu lokið hérna úr Ráðhúsi Reykjavíkur. Takk fyrir það, Urður Örlygsdóttir, og við ætlum að snúa okkur að allt öðru og förum til útlanda. Volodymyr Zelenský, forseti Úkraínu, rak í gær æðsta yfirmann hersins eftir vikulöng hávær mótmæli. Vinsælum varnarmálaráðherra sem hann rak í síðustu vikum bauð hann nýja stöðu í tilraun til að lægja öldurnar. З цієї ситуації Україна має вийти сильнішою. І Росії
буде складніше. Zelenský hefur staðið í ströngu heima fyrir síðustu vikuna, en fjölmenn og hávær mótmæli hafa verið haldin vítt og breitt landið. Rótin þessi. 2 háttsettum mönnum kom ekki saman, sem var frekar stórt vandamál, af því annar var varnarmálaráðherra og hinn æðsti yfirmaður hersins. Laust Zelenskís var að reka varnarmálaráðherrann Fedorov. Þá var hins vegar allt vitlaust. Svo í gær var Sirski yfirmaður hersins líka rekinn, en Fedorov boðið nýtt hlutverk innan ríkisstjórnarinnar. Сирського треба було зняти і раніше, але добре, що краще пізно, ніж ніколи. Тобто це говорить про те, що є демократія, є діалог і нас чують. Так, він виражений в такій формі, але є рух, значить, це позитивно. Segja má að nýr yfirmaður hersins Mikhailo Drabati sé í sama liði og Fedorov. Skipan hans hefur því farið vel í marga mótmælendur en líka fólk innan Úkraínuhers. Як людина, як він професіонал в своєму ділі, я думаю, він буде нормально працювати. The new army chief is 43 years old. He belongs to a new generation of Ukrainian generals, officers who rose through the ranks fighting Russian aggression. Hvort þetta verði nóg til þess að lægja öldurnar á eftir að koma í ljós, en greinendur segja líklegt að fleiri breytingar séu í farvatninu. Додаткові, ймовірно, призначення. І це фактично підготовка до нової сторінки, до нового етапу війни і протистояння з Росією. Forsætisráðherra Noregs hvetur alla landsmenn til að taka þátt í baráttunni gegn öfgavæðingu ungmenna. Í dag eru 15 ár frá hryðjuverkunum í Útey og Osló, þar sem 77 voru myrt. Í morgun var minningarathöfn við bygginguna í Osló, þar sem öflug bílsprengja sprakk, 100 særðust og 8 létust. Árásarmaðurinn hélt síðan í Útey á samkomu ungliðahreyfingar verkamannaflokksins og hóf skothríð. Hann skaut 69 til bana og særði enn fleiri. Að mati norsku öryggislögreglunnar PST hættan á ofbeldi öfgahægrimanna meiri nú en hún var þegar hryðjuverkin voru framin. Det jo veldig nedslående. Jeg tenker at vi må være kjølige når vi hører dette. Hva gjør vi for å handle mot det? Vi hadde et drap på en ung kvinne, Tamima, her i fjor, i august måned. Også utført av et ungt menneske med veldig rasistiske motiver og ideer. Og det at helt ned i 12-årsalderen folk går rundt og idylliserer på en måte som skjedde 22. juli, det må vi kjempe mot, vi må bekjempe det. Sendiráð Noregs á Íslandi hélt minningarathöfn í Vatnsmýrinni í Reykjavík ásamt ungum jafnaðarmönnum, Hilde Skorpen starfandi sendiherra Noregs og Sigmundur Ernir Rúnarsson þingmaður Samfylkingar fluttu erindi og Þröstur Ingvarsson spilaði á gítar og söng. Segðu mér sögu, já, segðu mér frá. Þú áttir vonu. Nú tækni sem lögregla notar við rannsóknir hefur fleygt fram síðustu ár. Hjá tæknideild lögreglu meðal annars að finna hátæknilega þrívíddarskanna og lífsýnasögu. Hvort tveggja hefur einfaldað og bætt rannsóknir. Þetta heitir sagt MAC og kallið svona í daglegu tali lífsýnasöga. Hún mikið notuð til dæmis í kynferðisbrotum, hún mikið notuð í þar sem að maður getur kannski fundið DNA sem á ekki heima þar. Eins og til dæmis ef að fólk fer með hendurnar innan klæða eða maður allsber í bíl og þú átt kannski ekki að vera í þessum bíl. Þá svona hægt að finna þar og sjúga upp í rauninni þá DNA-ið. Þá hægt að sjá þessi ósýnilegu DNA í þessum málum þar sem við erum ekki að tala um blóð og við erum ekki að tala um sæði. Hægt að nota þetta löngu eftir að eitthvað atvik á sér stað? Já, það alveg hægt. Ef að sönnunargögn eru varðveitt vel og mengunarhættan lágmörkuð, þá alveg hægt. Og það oft með þessi gömlu mál af hlutunum bara pakkað og þau eru bara geymt á vísum stað. Og þá alveg hægt að taka það upp árum seinna. Þrívíddarskannar hafa líka skipt sköpum við rannsóknir. Það má segja að þetta eitt af þessum svona öflugustu verkfærum sem við eigum í deildinni. Við höfum yfir að ráða. Hann teiknar upp allan vettvanginn. Þá við bæði það sem á jörðinni, húsliðar, bílar, ökutæki, allt saman og hann raun og veru tekur í myndar eins og svona hvelfingu. Skannarnir eru mest notaðir við rannsóknir á umferðarslysum en hafa líka reynst vel þar sem skotvopni hefur verið beitt. Þarna að ræða skotstefnu rannsókn. Manneskja hafi skotið að ökutæki sem á bílastæði og hérna getur sagt að það leyft af nokkrum skotum og eitt skoti hérna hér, annað aðeins lengra.
með mikilli nákvæmni staðsett viðkomandi hvar hann var þegar skotum var hleypt af. Annað sem margir þekkja vel úr bíómyndum eru sérstök ljós sem sýna það sem augað nemur ekki. Fjölbylgjuljósgjafar sem eru algjört lykilverkfæri í tæknideildinni. Og þetta bláa nú kannski þekktast úr svona þáttum eins og CSI. Þannig að ef ég ætla að fara að skoða eitthvað, þá kemur þessi bláa geisli og ef ég ætla virkilega að sjá það sem ég að beina geislanum að, þá þarf ég að setja upp sérstök gleraugu. Til að sýna fram á hvernig ljósið virkar er dregin fram bólur með sæðisblettum. Sem við fáum samt á utan, hvist það að sjá við hérna, móta fyrir ykkur, en ljósgjafinn getur gefið okkur mjög sterka vísbendingu hvað að finna þarna. Það fer ekkert milli mála því að sæðið þannig að það myndar eins konar ramma utan í blettin. Hvað er hægt að skoða þetta löngu eftir eitthvað á sér stað? Bara eins og þetta var varfitt í bréfpoka, í herbergishytta, það gæti einhver sem var í tæknideildinni eftir 100 ár tekið fram flíkina og skoða þetta. Og þó að fjölbylgjuljósgjafar séu ekki nýr af nálinni eru til nýmóðins útgáfur, eins og myndavél sem Ragnar segir íslensku lögregluna sannarlega hafa þörf fyrir. Nýlegt mál erlendis frá sýni það. Og það sem átti stóran þátt í að upplýsa, að finna ákveðin gögn sem voru svona síðasta púslið í að leysa málið. Það er meðal annars púður Ragnar í aftursæti í bíl. Manni sem sagði að hann var enginn með byssu eða skaut úr þessari bifreið, en það fannst samt. Það er það sem er mest spennandi við þessa einingu hérna er, þú ert alltaf að læra eitthvað. Þú heldur sérst nú að sjá allt, svo gerist eitthvað og svo kemur eitthvað nýtt tæki á markaðinn og það, veist, bæði flýti fyrir og eykur gæði rannsóknar líka. Umboðsmaður barna segir ámælisvert að ekki sé farið eftir lögum og reglum eftirlit með fósturbörnum. Ný skýrsla stöðu fósturbarna sýni að gera þurfi betur og mikilvægt sé að börn í fóstri þekki rétt sinn. Gott og vel að hafa góðan lagaramma og umgjörð en ef við erum ekki fylginni þá náttúrulega er eitthvað mikið að. Salfur segir ljóst eftir að hafa rýnt í nýja skýrslu gæða og eftirlitsstofnunar velferðarmála fósturheimili að ekki sé farið eftir lögum. Úttektin var gerð eftir umfjöllun Kveiks Bakkakotsmálið. Þar sem kom í ljós að drengir sem dvöldu þar urðu fyrir ofbeldi af hálfu fósturforeldris. Meðal þess sem kemur fram í skýrslunni er að 46% fósturheimila hafi ekki tilskilin leyfi og að eftirlitsheimsóknum barnaverndar sé ábótavant. Það virðist vera munur á milli sveitarfélagana. Til dæmis þegar við erum að tala lágmarks heimsóknir, að sum sveitarfélag gera það sem þeim er ætlað að gera og jafnvel gott betur, en önnur standa mun verra vígið. Í barnaverndar lögum er gerð krafa að eftirlit á fósturheimili farað lágmarki fram 2 sinnum fyrsta árið sem barn er í fóstri og að minnstakosti 1 sinni á ári eftir það. Við yfirferð upplýsinga frá barnaverndar þjónustum máttu sjá í mörgum tilfellum veruleg frávik frá lágmarks kröfu fjölda eftirlitsheimsókna og framkvæmd þeirra og mikill munur var á milli sveitarfélaga. Hlutfallið var áberandi lágt í Árborg, Grindavík, Reykjanesbæ, Seltjarnarnesi og á Vestfjörðum. Ég held að það þurfi náttúrulega að rýna þetta. Hvers vegna eru allavega í einhverju sveitarfélögum ekki verið að fylgja eftir eða framkvæma það eftirlit sem þeim ber að gera. Auðvitað á þetta að vera þannig að þeir sem eru með börn í fóstri eiga að vera með tilkynskilin leyfi og við eigum að vita hversu mörg börn eru hverju sinni í fóstri og hvar þau eru. Þá kemur einnig fram í skýrslunni að meirihluti ungmenna sem eru eða hafa verið í fóstri upplifi takmörkuð tækifæri til raunverulegs einkasamtals og stuðnings. Að börnin vita ekki að þau geti kvartað eða mörg hver, að þau hafa ekki eitthvað sem þau treysta til að tala við, það sé ekki reglubundin viðtöl við þau séu ekki undirbúin fyrir til dæmis breytingar, til dæmis þegar þau verða 18 ára eða þegar það á að breyta fóstri með einhverjum hætti. Þannig að þetta er mjög brýnt og mjög mikilvægt að það sé tala við börnin og þau þekki sinn rétt. Margoft hafi verið bent á það að gera þurfi betur í málefnum fósturbarna vegna hræðilegra mála sem hafi komið upp í kerfinu. Ef við lesum þessa skýrslu þá bendir ýmislegt til þess að sama sé upp á teningnum núna, að það sé ekki, við séum ekki að framkvæma þetta eftirlit eins og vera að gera og auðvitað þá vaknar spurningin þarf að hafa meira eftirlit með barnaverndarþjónustunum það eftirlit sem þeim ber að gera. Hús í Austurríki sem Adolf Hitler fæddist í hefur fengið nýtt hlutverk eftir áratugadeilur bygginguna. Yfirvöld vilja koma í veg fyrir að hún verði að minnisvarða fyrir nýnasista.
Aldrei aftur fasismi, milljónir látinna eru okkur áminning. Þetta grafið í stein fyrir utan húsið. Verschwindet die Erinnerung nicht, wird nichts zugedeckt. Der Mahnstein vor diesem Haus, geformt aus dem Granit des ehemaligen Konzentrationslagers Mauthausen, bleibt, wo ist. Húsið í bænum Braunau am Inn. Þar fættist Hitler 1889 en bjó aðeins í því í nokkrar vikur. Und mit diesem historischen Faktum wird die Stadt Braunau für immer in den Geschichtsbüchern stehen, für immer verbunden sein. Und wir haben damit gelernt, umzugehen, auch damit gelernt zu leben. Ýmis starfsemi hefur verið í húsinu gegnum árin og í áratugi hefur verið deilt hvað eigi að gera við það. Fyrir 10 árum samþykkti þingið lög að stjórnvöld mættu taka það eignarnámi. Þáverandi innanríkisráðherra vildi láta rífa það og byggja annað í staðinn. Það var umdeilt, sumum þótti það jafngilda því að afneita tengslum Austurríkis við nasisma. Árið 2019 var svo ákveðið að breyta því í lögreglustöð. Framkvæmdirnar kostuðu 20 milljónir evra og var lögreglustöðin loks opnuð formlega í dag. Einu ummerkin fortíðina eru steinninn fyrir utan. Húsið verður vel vaktað því hingað til hafa nýnasistar laðast að því, sett blóm í glugga og smellt af sér myndum. Íslenska sauðkindin sannkallað hörkutól og getur lifað af við erfiðar aðstæður. Fæstir gætu þó leikið eftir svaðilfærir útlagakindarinnar Flekku sem var handsömuð á Hornströndum á sunnudaginn eftir næstum 1,5 ár á flakki. Alexander Valur Víum Brynjólfsson og félagar hans voru á siglingu milli Hlöðuvíkur og Hælavíkur á Hornströndum þegar þeir sáu eitthvað lifandi í klettunum. Þeir hugsa að þetta sé einhver svona stór tófa og ég segi við hann já, það gæti verið en mér sýnist þetta frekar að vera rolla og við förum hann aðeins nær með þá. Þá stendur hún á svona stórum klett, svona tignarleg og horfir á okkur og þá svona renna okkur 2 grímuna því við áttum okkur á því að hún komin í sjálfheldu. Þegar þeir ætluðu að bjarga kindinni, gerði hún sér lítið fyrir og stakk sér til sunds. Þá endum við að fara heim og skipuleggja þetta aðeins betur og við gerðum okkur til, sóttum net, fórum aftur næsta dag þegar það var búið að ligna í sjónum og aðeins minni öldur og svona og þá tekst þetta svona vel sko, við vorum búin að skipuleggja okkur. En þá var hún komin upp á eitthvað bjarg og þannig öll plönin okkar að festa hana á ströndinni fóru bara út gluggann. Nú var lögreglan komin í málið og í ljós kom að kindin var frá Melum 2 í Árneshreppi á Ströndum. Bærinn 70 kílómetrum suðaustan við staðinn þar sem hún fannst. Hún hraust kind þessi, en það skýrðu hana Bertu en það kom seinni í ljós að hún heitir raunverulega Flekka. Mér finnst það merkilegasta. Eftir að hafa ferðast fjöll og fyrnindi að þá var hún bara merkilega góð. Hún var ekkert eitthvað, hún virtist hafa verið að borða vel. Hún tæklaði einn okkar alveg gjörsamlega niður sko. Þannig ég get ekki sagt að hún var illa á sig komin þótt að náttúrulega aðstæðunar voru ekki góðar. Þetta voru 70 kílómetrar í beinni línu. En hún hefur ferðast þarna bara langt vestur og alveg framhjá Drangarjökli og eins og ég segi bara fjöll og fyrnindi. Komin hana út á hjara veraldar, bara einu yfirgefin. Hinn ólseiga Flekka þarf ekki að óttast sláturhúsið í haust, því lista og prjónakona í nágrenninu ætlar að taka hana að sér. Þar á hún að lifa í friði og spekt en ullin verður nýtt í prjónaskap. Mér skilst, ég vona það að ég fái eina peysu frá Flekku minni, þannig ég er bara mjög glaður að það sé svona farsæll endir á þessu. Eftirminnilegt hörkutól en við förum allt öðru. Apollo-galleríð í Louvre-safninu í París var opnað á ný í dag, 9 mánuðum eftir að þjófar létu þar greipasópa. Það tók innbrotsþjófana aðeins 7 mínútur að ræna þaðan ómetanlegum verðmætum hábjartan dag. Kórónan, hálsmen og eyrnalokkur úr safni Marie Amélie, síðustu drottningar Frakka, og smarað hálsmenn Marie Louise, keisaraynju og konu Napoleons Bonaparte. Eru meðal dýrgripa sem þjófarnir höfðu á brott með sér. Apollo-galleríið ný uppgert og voru gestir ánægðir að fá að sjá það á ný, þrátt fyrir að munirnir sem þar voru séu ekki lengur til sýnis. Pour les joyaux, on va créer une salle beaucoup plus étanche, sans fenêtre, vraiment sécurisée. Et finalement, ça permet d'admirer cette galerie qui en fait était éclipsée par son contenu. Elle n'a pas besoin d'avoir
plus de décors que de ce qu'elle a déjà. Et donc la réouverture aujourd'hui, c'est vraiment d'abord une bonne nouvelle et le début de nouvelles séquences, on va espérer, pour le musée. Parce qu'il nous en reste quand même l'essentiel, les pièces les plus importantes, le Régent, le Sancy, la couronne de Louis XV, de Napoléon, sont pour l'instant à l'abri et vont être présentés dans un espace davantage sécurisé. Og þá það veðrið. Suðvestan og vestan 5-13 á morgun en hvassari á stöku stað. Yfirleitt þurrt á Suðausturlandi og Austfjörðum, annars skýjað og dálítil væta. Það léttir allvíða til undir kvöld og hiti verður á bilinu 10-20 stig. Hlýjast austast á landinu eins og svo oft undanfarna daga. En við fjöllum nánar veður að loknum íþróttum. Það var dramatík í undanúrslita einvígi Fylkis og afturheldingar í bikarkeppni karla í fótbolta í gærkvöld. Hetja Mosfellinga var hálf orðlaus í leikslok. Ég trúi ekki öðrum maður. Víkingar fara með 1 marks forystu í útileik sinn gegn Hapoel Be'er-Sheva í forkeppni meistaradeildar Evrópu. Daninn Nikolaj Hansen reyndist líkt og svo oft áður Víkingum drjúgur. Og 18 mörk litu dagsins ljós í bestu deild kvenna í gær og það þrátt fyrir að einungis 2 leikir hafi verið á dagskrá. Í íþróttum hér eftir augnablik. Og áður en við kveðjum ykkur þá ætlum við að rifja upp helstu atriði þessa fréttatíma. Ástandið hefur aldrei verið jafn slæmt, segir formaður íbúasamtaka miðborgar Reykjavíkur innbrotafaraldur í borginni undanfarið. 3 hafa verið handteknir sá síðasti í morgun. Forseti Úkraínu reynir að lægja öldurnar innanlands með því að reka æðsta yfirmann hersins. Hann bauð einnig fyrrum varnarmálaráðherra sem hann rak í síðustu viku nýtt hlutverk. Í dag eru 15 ár frá hryðjuverkunum í Oslo og Útey þar sem 77 voru myrt. Forsætisráðherra Noregs hvetur alla landsmenn til að taka þátt í baráttunni gegn öfgavæðingu ungmenna. Umboðsmaður barna segir ámælisvert að ekki sé farið eftir lögum eftirlit með fósturbörnum. Ný skýrsla gæða og eftirlitsstofnunar velferðarmála sýnir skýrt að eftirliti sé ábótavant. Nýr tæknibúnaður getur auðveldað lögreglu að upplýsa mál löngu eftir að glæpirnir voru framdir. Lífsýnasögur, fjölbylgjuljósgjafar og þrívítarskannar eru á meðal nýjunga í vopnabúri íslensku lögreglunnar. Svaðilfæri kindarinnar Flekku á Hornströndum tóku enda helgina. Þessi harðsnúna útlegakinn var handsömuð eftir ítrekaðar tilraunir til að hafa hendur í ullarnar. Þessum fréttatíma er að ljúka og það kom að íþróttum á veðri. Næsti fréttatími er í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og það má finna nýjustu fréttir á ruv.is allan sólarhringinn og senda okkur ábendingar á fréttir hjá ruv.is. En við á fréttastofunni, við ætlum að segja þetta gott að sinni, verðið sæl. Á RÚV í kvöld. Hringfærin